Komið sæl og blessuð, verið velkomin með okkur í Hvítamáva. Ég sæki gestinn suður í Eyjafjörð, fram í fjörð, inn í fjörð, ég veit ekki eins og hvað að segja. Þetta er þessi lenska hjá okkur fyrir norðan. Hann er iðnaðartæknifræðingur, hann er búfræðingur, hann er söngvarilærður, vinnur sem bóndi. Arnar Árnason heitir hann og ætlar að spjalla hérna á eftir. Arnar, vertu velkominn. Takk. Það er engin smá títill sem er á bakvið þig, iðnaðarfræðingur, búfræðingur og söngvari. Já. Búinn að læra þetta allt? Já, ég er búinn að læra þetta allt. Og hvernig stendur það því að þú er búinn að læra þetta allt? Maður þarf að hafa eitthvað að dunda. Já. Það er nú eitt lit af öðru, maður var að fara í skóla og búfræðinámið var fyrir valinu til að byrja með. Já. Við fórum þangað saman við hjónin. Já. Og eitt lit af öðru, ég ætlaði svo að halda áfram í búfræði og taka búfræði kandídatspróf. En til þess þurfti ég að fara í Tækniskóla Íslands og taka þar undirbúningsnám. Og þegar ég var búinn að vera þar í 2 ár í undirbúningsnámi, þá var það iðnaðartæknifræðin sem heillaði mig, þannig ég hélt bara áfram þar. Og slepptir kandídatsprófinu í búfræðinni? Já, og tók tæknifræðingsprófið frekar. Já, en nýtist það ekki? Jú, mikil ósköp. Já. Iðnaðartæknifræði er bara svona þverfaglegt nám sem að tekur á rekstramálum og tæknimálum og hinn og þessu er bara alveg ljómandi fínn undirbúningur fyrir hvað sem er, sko. Þú ert bóndi núna? Já. Og þú býrð á Hranastöðum í Eyjafirði, með Eyjafjarðarsveit. Já. Segðu mér af Hranastöðum, hvernig jörð og hvernig staðsetning og hvers konar bú er þetta? Já, staðsetningin, sko, ég lýsi þessu alltaf eins þegar fólk spyr hvað eru Hranastæðir. Ég segi næsti bær sunnan við Hrafnagil og þá eru svona sumir sem skilja það og þá gríp ég rétt hjá jólagarðinum. Og þá vita allir hvað Hrannastæðir eru. Þannig við erum rétt sunnan við jólagarðin, upp í hlíðinni. Þú ert upp á bakkanum? Upp á bakkanum og sést ekki frá veginum. Já. Þannig að fólk er ekkert að koma til okkar hjóna nema eiga erindi, sko. Já. Við búum þar með kýr, liðlega 100 kýr og eigum 3 börn og bara unum okkar hag vel. 100 kýr? Já. Það er hressilegt. Já, það er við tókum fljótt þá stefnu eftir við byrjuðum að búa 2001 að svona reyna að halda svolítið vel áfram í þessu og reyna að hafa búið svolítið stórt. Þurftirðu þá og þið að byggja? Nei, við höfum ekkert byggt. Þetta er bara það sem að til var? Já, við erum bara búin að botnýta byggingar sem að til eru og nú er ekki meira, nú getum við ekki gert meira nema byggja. Nei, hverjir voru þarna áður á þessari jörð? Tengdaforeldrar mínir, Pétur Helgason og Þórdís Ólafsdóttir, byggðu jörðina upp. Já, þannig að þið takið við jörðinni af þeim, sem sagt. Já, við kaupum af þeim 2001 þegar að tengdafaðir minn er orðin það veikur, það er út sem við séð með að hann verður ekki bóndi lengur. Já. Þá er jörðin til sölu. Við höfðum allt önnur áform við Ásta. Já. Ég var komin með skólavist í Danmörku til að klára verkfræðinámið og þannig að það var bara algjör á döfinni en þá gerist þetta, jörðin í rauninni er til sölu og okkur býðst að kaupa hana og á þessum tímapunkti þá ákváðum við bara ef við viljum prófa þeirra bændur þá er þetta sannlega tækifærið og við gáum okkur 2 ár og það var 2001. Var löngun til staðar? Já. Hjá ykkur báðum? Já, hún var það, annars hefðum við sennilega ekki farið einu sinni í búnaðarskólann. Já, sko, hún, dóttir Péturs og Þórdísar. Já, Ásta. Ásta, já, og þú þá úr Eyjafirði líka eða hvað? Já. Úr sveit? Já, ég er sko upphaflega Akureyringur. 8 ára gamall flytti ég fram í Eyjafjarðarsveit, bænum Arnarfelli, við móður minni. Og við byggum þar. Þangað til ég flyttaði heiman, sennilega 16 ára, eitthvað svoleiðis, fór í skóla og Þurftir að fara að gera eitthvað? Fara að gera eitthvað. Já. Já. Þannig að, já, og svo leiddi eitt á öðru og við erum hér 17 ára seinna. Arnar, sko, er þetta ekki alveg agalegt fyrir ungt fólk að kaupa jörð? Sko. Þetta er gríðarlegur biti. Já, þetta er mikil fjárfesting og síðan að ég man í rauninni eftir mér í þessum bændamálum og þetta með að kaupa jörð og kaupa ekki jörð. Þá hefur umræðan alltaf verið svo að það er alltaf versti tíminn að byrja að búa
Já, á tilteknum tíma. Á tilteknum tíma. Það alltaf versti tími. Já. Og þetta var alveg mjög slæmur tími þarna þegar við ætlum að byrja að búa 2001 og enn í dag alveg mjög slæmur tími. en þó það nú þannig að það hefur aldrei á jafn stuttu tímabili sko landbúnaður kannski vaxið að gæðum og magni á Íslandi heldur en einmitt á þessu tímabili. Og það í rauninni sko, ef við verðum alveg hreinskilin, það alveg fáránlega gaman að vera bóndi. Og taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari gríðalegu þróun sem á sér stað núna. Þrátt fyrir umræðuna? Já, umræðan, sko, hún kemur alltaf til með að fylgja, held ég, landbúnaði eða bara hverju sem er. Það hefur fylgt landbúnaðin svolítið sterkt þessi umræða vegna þess að landbúnaður á Íslandi nýtur opinbera styrkja. Já. Það er sett í það opinbert fjármagn. Og stundum sko, umræðan látin hljóma þannig að Ísland sé sennilega eina landi sem gerir slíkt. Já. En það ekki svo. Það eru líklega öll lönd í heiminum sem á einhvern hátt styðja við sinn landbúnað og mörg miklu meira heldur en Ísland gerir. Já. Þetta og ég hef alltaf sagt það, sko, það pólitísk ákvörðun að hafa landbúnað í Íslandi vegna legu landsins. Það bara pólitísk ákvörðun. Já. Þú getur fundið það örugglega út í Excel að það sé ódýrara að gera þetta á einhvern annan hátt heldur en að framleiða matinn hér. Flytjaninn. Já, til dæmis. Það hugsanlega ódýrara. Já. Það gæti orðið til skemmri tíma. En sko að vera sjálfbær sem þjóð. Já. Þarf ekki að taka það með í reikningin? Jú, matvælaöryggi. Já, matvælaöryggi getum við stílað upp á það. Ég er bara að spyrja, ég veit ekkert um þetta. Ég fylgist bara með fréttunum. Já, ég held við getum ekki stílað upp á það. Ég held að við eigum að stefna að því að vera eins sjálfbær eins og við mögulega getum. Við verðum aldrei kannski fullkomlega sjálfbær. Hingað þurfum við að flytja inn olíu. Við þurfum að flytja inn fóður til þess að nota í okkar framleiðslu. Já. Það þarf allur iðnaður á landinu að gera. Hvað gerir áliðnaðurinn? Súrólu kemur frá Jamaica, skilurðu mig. Þannig að þú veist, við ákveðum að flytja hér inn einhver hráefni til einhverja framleiðslu, hvort sem það til landbúnaðar einhverja annarar, og nýta það sem við höfum hér til þess að gera úr því verðmæti. Í tilfelli álsins nýtum við rafmagnið, í tilfelli landbúnaðarins nýtum við landið, loftið, vatnið og leguna. Ég trúi þessu. Og það vantar, að mínu mati, þá vantar oft sko að fólk setjist niður bara í róleitunum og skoði stóru myndina. Já. Hvernig vil ég hafa þetta? Já. Vegna þess að það sáralítið mál að fara eftir leiðum hagfræðinnar og taka einhvern þátt út úr samfélaginu og reikna í drep einhvers staðar með reiknistokk og segja, hann gengur ekki upp þessi. Nei. Akkurat. Við þurfum að gera þetta öðruvísi. En það stóra myndið sem við þurfum að skoða. Þetta dálítið algengt að gert sé. Já. Það eru teknir svona einhverjir hlutir, einhverjir atriði út og reiknuð sérstaklega. Já. Og það verður alltaf rangt, sko. Það kemur alltaf rangt. Ég tók þátt í sveitarstjórnarmálum í töluvert mörg ár og fór þá að hugsa þessi samfélagsmál kannski svolítið öðruvísi heldur en gerði áður. Og þá sér maður fyrir sig, við erum að tala um sameiningu sveitarfélaga, við erum að tala um svona ákveðna þætti þar. Til þess að sé hægt að sameina til dæmis sveitarfélög, þá þurfum við að bæta samgöngur og við þurfum að gera ýmislegt sko, þannig að það sé mögulegt. En svo þurfum við að skoða hvað gerist þegar að samfélög eins og til sveita svona dofna og börnin fara úr þeim og hvað gerist? Það er ekkert bara það að börnin fari og skólinn leggist niður, heldur svo fjöldamargt annað sem gerist meðfram. Já. Og það er það sem þarf að skoða. Hverjir að syngja í kirkjugórnum? Til dæmis. Hverjir að vera í Lions-klúbbnum sem að við vitum hvað Lions gerir í öllum sveitum landsins. Þeir styrkja góðverk. Já. Það eru svona þessir samfélagslegu þættir sem að vantar þegar að menn leyfa sér að taka út fyrir sviga og skoða svona einangrað. Já, þetta er ekki talið með, sko. Nei. En það voru að holta að skoða einangrað ákveðna hluti. Þeir voru að tala til dæmis um sjúkraflutninga við Raufarhöfn, sko. Já. Til að mynda bara núna fyrir skömmu og það kannski bara borgar sig ekki að hafa sjúkraflutninga við Raufarhöfn. Já. Það borgar sig ekki að leyfa konum að fæða á Húsavík. Nei. En hvað? Það borgar sig ekki. Ef við ætlum ekki að gera það, ef við tökum við það ákvörðun og viljum það ekki gera, þá verðum við að skilja að það er svo margt annað sem hangir þar á. Við þurfum að leysa það vandamáli sem myndast þegar slökkt á einum þætti samfélagsins, þá myndast vandamál sem þarf að leysa. Eða verkefni, kannski ekki vandamál. Og þá þurfum við að gera það, eins og til dæmis í
sjúkraflutningatilfelli, þá þurfum við bara að standa almennilega að því að við ætlum ekki að reka sjúkrahús allt land. Já. Og eins þetta með landbúnaðinn að, þess vegna segi ég, hann pólitísk ákvörðun og það rauninni, ég held reyndar að neytendur á Íslandi sem eru í rauninni bara allir sem að þar búa, stór eldhús og almenningur allur og bændur líka. Þeir hvað ég segja, ég held að séu mjög meðvitaðir gæði íslenskra landbúnaðarvöru og frambóðið á henni og hvað hún hefur að geyma. Við höfum verið að reyna að halda á lofti eins og varðandi sýklalyfjaónæmi og svoleiðis lagað. Þannig að flestir vilja íslenska landbúnaðarvöru. Rannsóknir sýna það. Og við erum bændur og við erum frumframleiðendur og við viljum bara framleiða vöru sem fólk vill kaupa. Já, þú vilt ekkert, já, akkurat, þú vilt ekkert vera að framleiða eitthvað sem að gengur ekki út. Nei. Guð minn góður, nei. Það vill engin bóndi. Nei. Bóndi vegna þess að hann er að framleiða vöru sem að einhver vill kaupa. Já. Ef hún selst ekki, þá framleiða hann. Bændur eru misjafnir eins og aðrir. Það sjálfsögðu, mjög misjafnir. Já. Þú ert að vinna í félagsmálum fyrir bændur. Já. Hvenær varstu dregin inn í það? Ég er formaður Landssambands kúabænda núna. Þú ert kornungur maður, þú ert komin í þessar stöður að standa í þessum þrefmálum. Já. Þú sagðist að fara í 40 ferðir til Reykjavíkur á fundi á síðasta ári. Já, frá 1. apríl 2016 til loka ársins fór í 40 ferðir. Frá 1. apríl? Já, þegar ég var kosin formaður. Jú, ég gaf kost á mér í þetta vegna þess að þetta brennur svo á mér þetta að við náum að skila því til allra hér hvað þetta er mikilvægt og hvað við í rauninni kannski höfum það gott í þessum málum, þessum matvælamálum. Við getum nánast verið sjálfbær með þessum afmörkum sem ég benti á, við þurfum að flytja inn hér okkur hráefni. Já. Við getum tekið málin eins og tökum grænmetisrækt sem dæmi. Ef við bara ákveðum það sem þjóð að framleiða hér allt grænmeti sem við þurfum, þá getum við gert það. Já. Við eigum heita vatnið, við eigum rafmagnið. Þetta er bara pólitísk ákvörðun. Af hverju óskopunum er ekki verið af hverju er ekki meira gert að þessu? Er það pólitísk ákvörðun? Já, þetta er bara pólitísk ákvörðun. Með rafmagnsverðið og annað slíkt? Já, það snýst um það. Og ég er ekki að segja að þurfa að vera þannig, en við eigum að velta því fyrir okkur. Og íslensku landbúnaður og Ísland er frægt núna út allan heim vegna þess að hér er þetta er vinsæll ferðamannastaður. Já. Og það er vegna sérstöðu landsins. Já. Við höfum hér ákveðna sérstöðu, við höfum hana líka í landbúnaðinum og í loftslagsmálum, og sem nefndi vatni, náttúran, samfélögin, hvernig þetta er uppbyggt, hvernig við erum svona strandþjóð, við búum hringinn í kringu í allt og stóra landi með að fjölda. Já. Og við höfum að keyra á þetta alla leið, að mínum mati. Landbúnaðinum, iðnaðinum, líka ferðaþjónustunni. Við höfum að gera þetta alla leið og við höfum að vera stolt að vera Íslendingar og það sem við eigum og það sem við getum gert og við höfum ekki að vera að biðjast afsökunar á því. Nei. Þó að hér sé kannski einhverjum tilfellum, til dæmis landbúnaður verið dýrari en annars staðar, en þá þurfum við að skoða það í víðara samhengi. Við eyðum ekkert hærra hlutfallega ráðstöfun að tekjum okkar í kaup á landbúnaðarvöru heldur en aðrar þjóðir og í mörgum tilfellum lægri. Arna, það er nýbúið að kjósa. Það er nýbúið að stofna til ríkisstjórnar. Já. Af hverju ert þú ekki þarna? Ég hef ekkert verið að því. Nei. Það getur vel verið að þegar maður tekur út svona þroska og hærri aldur að maður fari eitthvað í þá átt. Ég hef ekki hugmynd um það. En þú ert búin að vera í sveitarstjórn? Já. Og töluvert lengi? Já, ég var 12 ári í sveitarstjórn. Já. Eyjafjarðarsveitar. Já. En hefur ekkert hugsað þér að fara út í lengra og meiri bratta eins og að þurfa að vera í Reykjavík og Alþingi? Nei, ég hef nú ekkert, það hefur ekkert verið komið að máli við mig, eins og sagt er. En þannig að ég hef ekki tekið það neitt, þá hugsa neitt lengra, alls ekki, nei. En þegar þú ert gutti Já. Og ert hér á Akureyri, hver eru foreldrar þínir? Jóhanna Friðfinnsdóttir, móðir mín, og Árni Sverrisson, faðir minn, prentari. Og ég ólst hér upp á Akureyri til 8 ára aldurs. Og svo skilja foreldrar mínir og þegar ég er 8 ára þá flytjum við mamma fram í
Fram í fjörð. Fram í fjörð. Já, fram í Arnarfell. Já. Og þar var rekið kjúklinga og svína og hænsnabú. Og reynda kindur líka. En var bóndinn einhvers staðar á bak við þig alltaf, eða hvernig? Hann náttúrulega byrjaði þar, sko. Já, hann byrjar þar. Já, þegar ég... En sem gutti, hvað ætlar að vera? Handboltamaður eða fótboltamaður? Ég man það nú ekki að lögga það eitthvað. Ég man það ekki. En sko, það var tiltölulega fljótt fór áhugin að snúast í þessa átt. Já. Snýri svo smávegis svona frá þessu og gekk í tækniskólann og stemdi allt annað. Þá ertu í Reykjavík? Þá erum við í Reykjavík, búin þar í 6 ár. Já, og þá ertu búin að hitta konu þína? Já, við hittum sko 13 ára gömul í Hrafnagilsskóla. Og erum búin að vera saman frá 16 ára aldri. Nei, þú segir ekki. Jú. Ég er sko fáránlega vel giftur, sko. Það er svoleiðis. Já, þetta er til eftirbreytni. Já, algjörlega. Já. Og þið eigið hvað, 3 börn? 3 börn, já. Já, og hvað eru þau? Þau eru 20, 18 og 15 ára. Já. Og eru öll í Menntaskólanum á Akureyri. Við tókum þetta bara svona 5 árum og kláruðum þetta. Já. Sem að reynda þýði það að eftir 2 ár verðum við líklega inn í kottinu þegar allir eru farnir suður í háskóla. Já. En þá bara tökum við á því. En stefna þau í það? Háskóla? Já, þau stefna. Þau gera það. Veistu hvað þau ætla sér að fara í? Já, þetta er svona að mótast. Já. Ég spyrði þau svona einu sinni í mánuði. Já. Það er ekki alltaf sama svarið. Nei. En þetta fyrir að koma hjá þeim. Eins og konan sagði, sonur minn má alveg ráða hvað hann vill verða, lögfræðingur eða hagfræðingur. Já, einmitt. Já, þannig að þau finna bara út af því. Já. Er einhver sko, nú kannski hefur þú hugsað tilbaka eins og Pétur og Þórdís á Hrannastöðum þurftu að gera. Hvað verður búið okkar? Hvað verður búið ykkar eftir 20 ári eða 30 ári eða hvernig sem þetta er? Já, við höfum nú, sko við hjónin höfum kannski ekki leyft að hugsa okkur það þannig. Þeir eru svo ung. Já, og við bara höldum áfram að byggja upp búið. Já. Svo kemur einhver tímapunktur þar sem að við ætlum ekki að búa lengur. Nú, maður bara selja með búið. Hver kaupir svona bú? Hver getur keypt svona bú? Ég veit það ekki. Er það ekki vandamáli? Það getur ekkert ungt fólk keypt svona bú? Jú, sko, í síðustu viku var auglýst lítið kúabú hér í Eyjafjarðarsveit til sölu og ég skilst að það sé selt. Þetta gerist bara svona, sko. Já, og þá keypt af ungu fólki? Já, það er ekki fengið svona staðfesta en þá, en það er mikla þreifingar í gangi. Já. Það er að segja, sko, ef að kúabú í góðum rekstri er til sölu, þá selst það mjög hratt. Og það hefur verið reynsla núna síðustu árin. Það er ekki mörg svoleiðis bú sem að koma á söluskrá. Hvað þarf ungt fólk, sko, hvað þarf það að koma með? Að reiða fram? Í peningum tali bara, segjum sér svo. Já, það er rosalega misjafnt. Sko. 10 milljóna? Já, í sumum tilfellum er það þannig. Það er bara þannig. Það er eins og að kaupa sig inn í, þú ert bara að kaupa fyrirtæki með tiltölulega í rekstri? Já, í rekstri, með tiltölulega öruggar tekjur, það er að segja á meðan að við neytum mjólkur hér á landi. Já, en það þarf náttúrulega sko borga þá af og borga niður lán og allt þetta. Já. Þetta eru háar fjárhæðir og þetta eru, maður var svolítið stund þegar maður byrjaði að búa að venja sig við fjárhæðina sem eru í gangi í svona rekstri, en það eru samt í rauninni kannski miklu minni heldur en bara að reka veitingastað hérna á Akureyri, sko. Veltan á svona löguð er minni en það. Já. Það er, En eru þið bara 2 í þessu stóra búi? Já, sko, við höfum verið núna í 4 ár með manni í fullri vinnu, allt árið. Já. Og svo auka manneskjón á það yfir sumarið. Já, sem þá í heiskap og þess áttar. Já, svona auka manneskjón, það er í rauninni, þá eru við hinn að skiptast á að fara í frí, þannig að kannski vinnu magnið ekkert meira á búinu, ekkert mikið meira en skoðstu. En hvernig er með frí hjá ykkur svona ungu fólki sem eru með stórt bú, 110 kýr og fullt af geldneyti og öðru slíku? Hvenær fáið þið frí? Hvert farið þið? Hvað gerið þið? Já, sko, við ákváðum það strax, leið og við ákváðum að kaupa Hrannastæði og við vorum komið ákvæmna menntun. Þá ákváðum við strax, við ætlum ekki að fara inn í þetta á þeim forsendum sem að menn hafi verið að reka svona bú hingað til. Við ætlum ekki að fara inn í þetta og eiga aldrei frí. Þannig að við ákváðum strax, við ætlum að taka okkur mjög reglulega frí. Og það hefur staðið. Já. Við bara tökum frí, og svo til dæmis núna í vetur, þá tökum við helgar á móti þessum fasta manni okkar. Já. Og svo erum við líka með lausa fólk
par hérna frá Akureyri, eða sem í skóla hér á Akureyri, sem kemur og leysir okkur af 1 til 2 helgar í mánuði. Þannig að við höfum mjög reglulega og góð frí. Þið náið því. Já, og ég þakka það náttúrulega kannski stærð búsins, að það ræður við launagreiðslur. Já. Þannig að menn geta litið aðeins upp. Já. Og ég er náttúrulega að vinna töluvert hlutfall í Reykjavík og að sinna landssambandinu. Já. Kona mín vinnur töluvert hérna á Akureyri líka. Já, hvað lærði kona þín? Ásta er hérna fjölskylduráðgjafi eða fjölskyldumeðferðarfræðingur og vinnur við það og bara mikið að gera. Já, og vinnur hér inn á Akureyri? Já, við erum stofu hér á Akureyri. Já. Og þannig að við erum bæði töluvert frá, en það eru við bara með góðan mann í vinnu og svo erum við náttúrulega fjölskyldu og þetta við bara hópumst í þetta verkefni. Já. Það er svoleiðis. Já, það er bjart yfir þetta. Þið er ekki gaman að gera þetta? Já, það er ekki mjög gaman að gera þetta og ég er bara þannig innrættur að það þarf að vera svolítið mikið fyrir stafni. Já. Og kannski svolítið óþægilega mikið stundum. En hérna, þetta er rosalega gaman. En þetta er örugglega, þetta er að skemmtilegast sem ég hef nokkuð tíðan gert að vera þetta. Ég hef prófað að sitja á skrifstofu í Reykjavík eftir námið. Ég held ég kemist ekki lifandi frá því. Það var alveg hræðilega leiðilegt en það er gott í bland. Arnar, fólk kannski spyr og alltaf að spyrja af hverju þarf að borga bændum fyrir framleiðslu? Já, þetta er góð spurning. Vegna þess að fólk er mikið að velta þessu fyrir sér. Það er nú þannig að búvörur eins og nánast allstaðar í heiminum eru niðurgreiddar af viðkomandi landi. Það er yfirleitt pólitísk ákvörðun það í hverju landi að matvörur eiga að vera ódýrar og það eiga helst að vera ódýrari en að kostar að framleiða þær. Já. Þannig að það er tekin það ákvörðun að gera það þannig. Og þannig urðu til dæmis þessar beinugreiðslur til bænda til á sínum tíma að bændur komu þar hvergi nálægt. Þetta var hluti af kjarasamningum á vinnumarkaði. Já, og þú kannski manst það betur en ég, vegna þess að þetta gerist svona áður en ég... Þetta meina ég sé eldri en þú. Svona örlítið. Að það er að segja að það var hluti af lausn á kjaradeilu á sínum tíma. Já. Að segja, heyrðu, hérna þá tökum við þátt í að niðurgreiða hér nauðsynjar vörur. Já. Kjöt, mjólk, ost, smjör, þessar algengu vörur, við bara tökum það niður og það var hluti af sátt á sínum tíma. Gott og vel. Þetta er gert víða með ólíkum hætti reyndar. Og það getur ekki gilt neitt annað hér heldur en í öðrum löndum. Og það sem að gerist og svo er stundum sagt, já en sko íslenski bændur þið neyti allir samkeppni, þið viljið ekki stunda samkeppni með eitthvað vöru. Við erum í bullandi samkeppni. Hér er mikill innflutningur á erlendum landbúnaðarvörum og það er bara gott. Það eykur hérna úrvalið og neytendur eiga að geta keypt það sem að þeir vilja og þeim líkar best. Við viljum ekki stíga í veg fyrir það bara til að stíga í veg fyrir það. Til að tryggja okkar afkomu, alls ekki. Fólk verður að geta valið þetta sjálft. En það sem er við að eiga í þessu er það að landbúnaðarvörur í mörgum löndum eru fluttar út með styrkjum. Það eru semst útflutningsbætur. Hér eru engar útflutningsbætur á landbúnaðarvörum sem við flytjum út. Og það eina sem íslenski bændur fara fram á er að ef við eigum að keppa, sem við eigum að gera, þá verðum við að keppa á sama velli. Við verðum að keppa á sama velli og andstæðingurinn og ekki með hendur bundna fyrir aftan bak. Það er að segja, við verðum að hafa svipaða aðbúnaðarlöggjöf, þær geta ekki verið strangari hér, þær eru það í mörgum tilfellum. Við þurfum að hafa sömu lyfjalöggjöf, það er ekki þannig. Við þurfum að hafa svipaða vinnulöggjöf, þannig að við ráðum ekki við að borga allt önnur laun hér, heldur en til dæmis, ef að taka Pólland sem dæmi, danskar kjúklingabringur eru oft búna til í Póllandi, unnar í Danmörku og fluttar hingað. Og það er að segja, við viljum bara sitja við sama borð. Það er að segja að varan sem er að flytja inn og við erum að keppa við, hún sé að örugglega sömu gæðum og búi við sama aðbúnað. Það er til dæmis í svínaræktinni hér er strangasta aðbúnaðarreglugerð í heimi, hér og í Noregi í svínarækt. Þú veist allt um þetta? Svona sumt, ekki alveg allt. Og við þurfum að fá að keppa á sama grunni ef við svörum þessari pólitísku spurningu ætlum við að hafa landbúnað. Og við ætlum það sjálfsögðu. Heyrðu, já. Þetta var fín ræða, mjög fín. Það er ekki nema mínúta eftir. Jæja. Þú ert lærður söngvari. Já. Af hverju? Það gerði ég nú bara algjörlega fyrir sjálfa mig. Og syngurðu? Já, ég syng núna. Þú er tenor? Já, kalla okkur Akureyri Geysi, ég verið að syngja með þeim núna og fór í gegnum tónlistarskóla bæði í Eyjafjarðarsveit og hér á Akureyri.
og það er bara mjög gaman af. Þetta er magnað, ég syng fyrir kýrnar. Þú gerir það? Að sjálfsögðu, það er æfum aðeins sig. Hvað þykir þeim? Þeim þykir nú ekki mikið, en það hljóma bara svo vel í fjósinu. Í fjósinu? Já, það er hátt til loft, svo vítt í veggja. Já. Sko, þegar ég talaði við þig, þá þurftur að fara til Reykjavíkur, kannski ekki komið. Síðan ertu komin heim, þú ert komin, við erum að spjalla hérna og þú ert að fara beint upp í flugvél og ert að fara til Reykjavíkur. Já, það er fundið núna í framkvæmdanefnd búvörusamninga. Það þarf að klára þar alls konar mál fyrir áramót, reglugerðarbreytingar og annað slíkt. Þetta er hluti af þessu starfi, þessu hagsmunagæslustarfi kúabænda, sem er náttúrulega hagsmunagæslustarf í rauninni bara fyrir stóru myndin okkar. Sko, við flýstum okkur svo mikið í rauninni, það setjast þarna að byrja, og ég gleymdi myndavélinni. Já, það er svoleiðis. En, kærar þakkir fyrir komuna, góða ferð, gangi þér vel, njóttu starfsins og fjölskyldunar, gleðileg jól. Takk fyrir.